förum yfir það hérna og sem sagt þannig að við annaðhvort merkjum við eða drögum línur á milli innganga eða útgangs og inngangs til þess að búa til annaðhvort grunnhlið and eða or með and eða norrásum og síðan svona sannleikatablan og við myndum kannski skrifa út úr sannleikatöflunni tölugildi frá sem að gæti verið á bilinu frá 0 upp í 15. Þannig að ég þá tala ef við erum að skrifa með binary tölu þá myndum við bara vera með til dæmis sem þetta væri ef hérna þetta væri talan sem við ættum að skrifa þá þetta myndi vera þá eins og 2 í 0. veldi, 2 í 1., 2 í 2. og 2 í 3. Þannig að þetta væri talan sem sagt 8 hérna pluss 2 sem 10. Þá þetta tala sem sagt sem að þið myndir skrifað í hérna 10. kerfinu. Þetta væri þá talan, þessi tala 10. Eða þá sem sagt bara hérna setja inn, snúa dæminu við og setja inn merkingar á innganga á 4 hliðum sem sagt, á hérna 4 innganga andliði sem sagt, einhverju merkingu. Sem að þá sem sagt A væri með neitun, B ekki sem sagt með neitun, B væri bara venjulegt, C væri með neitun, en D ekki með neitun, en þá verður það hérna þetta tölugildi hér sem sagt 10 í binary tölu og síðan þá myndum við í hexadecimal tölunni þá myndum við hérna fylla út sem sagt að það verður talan A. Þannig að ég myndi bara biðja þetta í sem sagt binary decimal. Decimal bara taugakerfistala 10 og síðan hex það verður þá A. Og við þá bara það að ræða að tölurnar A, B, C, D, E og F frá 10 upp í 15. Og þannig að það bara það sem við myndum skrifa og svo bara decimal út úr, binary út úr sannleikatöflunni, eða 10. kerfistölu út úr sannleikatöflunni. En já, ég held að það ætti ekki að vefjast fyrir neinum. Svo bara þetta hefðbundna að við erum með minnsrásir, annaðhvort NAND flip-flop eða NOR flip-flop og síðan kem ég bara með tölu sem þá nokkra tölur sem að þið segi hvort það floating point tala, integer, oktal eða hex eins og það hafi gert undanfarið. Ég þekki þetta vel. Og síðan verð ég með sem sagt mynd úr Arduino, sem sagt skematíska mynd sem að þið bara merkið saman pinna og þannig að sé hvað tilgangur með hvaða pinna og svo framvegis sé þá merktur bara og þannig að þið þurfa ekki að skrifa heldur bara merkja á milli. Ef við lítum á kannski dæmi það þá hérna held ég að já, við þið sjáðu þetta, ég kannski hér með eina skrá þar sem ég get farið inn þar sem vorum með 3C sem vorum með hraðastýringu á jafnströmsmótor og
vorum með tengingu. Þetta hérna, ég ætla að sjá hvort ég get ekki stækt eitthvað svona. Og ég ná ekki að, nú spurning hvort ég næ að fá þetta nokkuð tíma tilbaka. Ég ætla að sjá hvort við getum ekki samt bara að nota þetta svona. Að við sjáum að hér vorum við að nota sem sagt pinna á AC-rásinni. Nei, ekki á AC-rásinni, heldur á Arduino-rásinni. Og þessi pinnar höfðu ákveðið hlutverk. Og eins og til dæmis hliðræni inngangurinn hérna, analóg 0 hérna, hann fékk inn á sig spennuna sem var óskgildi í rauninni fyrir hraðan á jafnstungsmótornum. Það var A0, það var fyrir rauninni svona spennu inn á til þess að ákveða hraðan á mótor. Og svo vorum við með útganga sem var bara af á til að sýna sem sagt ef að mótorinn var á einhverjum lægri hraða eða undir ákveðnum hraða, þá var græn ljósdíóða inni og þá það binni 9 sem tengdist út á grænu ljósdíóða og díóða 8 tengdist svo út á rauðu ljósdíóðuna til að sýna að mótorinn var komin upp á einhvern meiri hraða. Og það voru í rauninni bara svona af-á merki, það sagt útgangar, digital write skipun notuð á það. Og hins vegar fyrir mótorinn sjálfan eða inn á gate á þessum field effect transistor þessum hérna, að þá vorum við með tengingu hérna frá pinna 3. Þannig sérstaklega merktur hérna P12M fyrir pulse width modulation. Þannig að það sem sagt púlsvíddar mótaðmerki til þess að fá mismunandi háa spennu inn á innganginn. Eða til þess að, í rauninni að, þetta púlsvídd mótaðmerki sem sagt þannig að þá fór mótorinn á mismunandi hraða eftir hvernig staðan á P5 merkinu var. Og svo vorum við með þetta öryggisatriði hérna, þessa díóðu hér yfir mótorinn og það var til þess að verja spanpúlsa frá mótornum þannig að þeir myndi ekki koma inn á rásina eða myndi skemma transistorinn. Og svo var þessi rafhlaða, hún var tengd hérna inn á þannig að hún kom hérna inn á spennuinnganginn hér. Síðan var notuð regluð 5 volta spenna inn á stillimótstöðuna. Þannig að við höfum, með þeirri tengingu þá höfum við aldrei hærri spennu heldur en hámark 5 volt inn á A0 innganginn. Og þegar við erum að nota rafhlöðu svona, þá erum við ekki með í hættu sem sagt tengið frá neinni tölvu. Þannig að við erum
þurfum ekki þá neina 5 volta stýringu eða 5 volta spennugjafaspennu frá USB lengur þegar við höfum þetta 9 volta þessa 9 volta rafhlöðu hérna inn á rásinni. Og mínusinn á rafhlöðunni tengist náttúrulega jörðina hérna og jörðin tengist svo líka hérna við ljóstíðurnar og á transistorinn til þess að draga straum í gegnum mótorinn og hérna niður í transistorinn. Þannig að þetta er N-channel MOSFET og þess vegna tengist hann hérna niður í mínus. Þannig að já, eina sem að bættist hérna inn á var í rauninni þetta viðnám hérna R1 til þess að við næðum sambandi alltaf reglulega á gate niður í mínus. Því þetta er í rauninni sviðsáhrifatransistor og milli þess sem við erum að fá púlsa, sem sagt hátt gildi frá Arduino, þá fórum við alltaf niður í 0 og við tryggjum það líka að fáum við yfirleitt 0 að ef það er ekki neitt straumur frá Arduino sérstaklega þá er mínus í gegnum 1 kilóma mótstöðuna hérna inn á gate. Þannig að þetta er sem sagt bara þá pinnana frá Arduino, hvert er tengjast og það er raunin þá bara ykkar verkefni að merkja það saman hvað er fyrir hvað. Ekkert endilega að teikna upp neina mynd þannig, það er bara að merkja saman. Ok. Þetta var sem sagt dæmi Arduino og pinna í skematískri mynd og þá erum við með hérna svo eins og venjulega stigarit teiknað eftir þetta er eiginlega komið, þetta verður ekki. Við erum með þetta í prófi 3, það er stærri formúlu fyrir stigarit. Þá er raunin bara eftir segullega stýring sem breytir í stigarit, bara eins og við höfum haft. Og svo að lokum er þá stigarit með tímaliðum. Þá verð ég með eitthvað kerfismynd og texta og tengiskrá allavega. Ég er ekki alveg viss hvort ég verð með flæðirit eða ekki, en allavega þá er ég með alveg nýtt verkefni fyrir þetta síðasta og sem að þið hafa aldrei séð áður. En það er ekkert flóknara fyrir það, það er bara stigarit með tímalögum og sem sagt á rofum, markrófum og svo framvegis. Þannig að þá er rauninni eina kannski sem ég á eftir að fara svona yfir, það er svona hvað gæti verið svona eins og dæmi spurningu úr einhvers konar kóða og við erum þá með hérna eins og til dæmis úr fyrsta verkefninu. Sjá og hérna svo í A það var í B-inu, þetta var rofinn. Sjá
Ég get verið hérna það var ekki 7. Hvar var þetta? En við vorum einhvers staðar með hérna dæmi hérna hitamælingu. Allavega þá kannski bara að skoða aftur þetta hérna að í kóðanum hérna að hér hérna að lestölu ef hún hærri en 160 þá hérna sett háttgildi á pin 8 og láttgildi á 9 og annars það öfugt. Það var svona í lokin á þessu en við vorum einhvers staðar líka með í öðrum kóða einhverja tvístöðarreglun. Ég ætla bara að finna það. Og hérna verið að skilgreina sem sagt núllað hérna já, það verið að senda út þá hérna fyrir hraðstýringuna þarna. En það athuga hvað við vorum að gera í 3B. Það var ekki eitthvað sniðugt. Sko
Ég ætla að fá að opna eitthvað verkefni frá einhverjum hérna í 3B. Nú sjá. 3B, þá voru einhverjir búin að skila því inn. Nú sjá, hérna. Sæll Sigurður, þetta Aron hérna. Ég þarf að fá að fara. Já, ok. Það er bara að láta vita. Já, ljómandi. Takk fyrir það. Takk fyrir tímann. Já. Sko. Maður fá að hérna kannski opna frá einhverjum hérna. Viltu ekki bara opna frá mér? Ég gef bara leyfi fyrir það, en það séum við fyrir. Ljómandi. Takk fyrir það. Já, þannig er það sem ég var að leita að. 3B. Þar vorum við með þennan tvístöðuregli. Og þá vorum við að taka mælingu með Entisimo-stöðu. Og þetta var nú dálítið langur kóði sjálfsér, en það sem bara þessi hluti sem að tilheyri tvístöðureglunum, hann er ekki stór. Og ef við lítum á hann hérna niðri, þá erum við með hann langt. Og við erum með hann hérna einhvers staðar. Hérna, já. Að tvístöðureglurinn er í rauninni síðan frá það. Þetta er rauninni þetta svæði hér. Og þannig að við erum að skrifa út á einn pinna 11 hérna annarkot eða lággildi eftir því hver staðan er. Og hér erum við í rauninni með tvístöðuregli sem er í hitun. If current temperature er minni en 24 gráður, að þá skrifum við út á útgang 11 háttgildi. Og annars ef að hitastigið er orðið þá hærra en 26 gráður, að þá sendum við lágt gildi út á útgang 11. Þannig að ég gæti þá kannski í rauninni spurt, sko, ef að hitastigið er, hvað að segja, ef hitastigið væri 20 gráður, hvað væri þá útkoman út úr þessum kóða? Hvað væri þá staðan á pinna 11? Myndið þið svona hugsa út í það og spá hvort það hafi verið hátt eða lágt gildi. Það er þannig að þetta er rauninni annarkot af eða á spurning, skiljið. Annarkot er slökkt á honum eða kveikt á honum. Þannig að í þessu tilfelli þegar við erum með kóðan svona og þegar hitastigið er minni en 24 gráður og ef við myndum segja bara 20 gráður, þá er það öruggt mál að þá væri
útgangurinn hár? Þannig gæti spurningin verið. Og auðvitað gæti ég snúið þess á hinn veginn að láta vera kóða fyrir kælingu og setja fram hvað ætti þá staðan á hinna 11 vera ef ég set fram eitthvað annað hitastig. Þannig að í rauninni einhvern veginn svona spurning gæti þá komið. Svo að þið sjá að það í rauninni ekkert rosalega flókið og það ekki í rauninni gríðarlega erfið spurning svona og krefst ekki mikillar kunnáttu varðandi kóðan sjálfan í sjálfu sér. Það bara að vita hvernig þessi minna en merki eða meira en merki virka í kóðanum og svona skilja hvernig niðurstaðan yrði þá ef ég gæfi eitthvað ákveðið hitastig og síðan bara spyr ég á hvernig staðan á pinnan. Þetta fyrst og fremst það. En ég ætla ekkert að fara nánar í einhverjar spurningar úr kóða því að auðvitað það sem að farið í nánar, það náttúrulega bara gert á Net Academy og þessi kóði hérna, ég fer ekkert að spyrja neitt nánar út úr honum. Þarna inn í þessum kóða náttúrulega bæði línu verið að laga línuleika út af því að við erum með NTC-mótstöðu og þetta ýmislegt sem flókið inn í þessum kóða sem ég ætla ekki að fara dýpra í með ykkur. En það ekki verið að fara í einhver svona smáatriði þegar við erum bara að læra þetta fyrri áfangan í rökkrásum og við erum bara rétt að byrja að læra þessi atriði. En þá bara þetta sem að ég var að fara í, þá hætti ég sé búin að fara yfir það sem ég ætla að fara sérstaklega í, annars þekkið þið orðið það sem að ég kem með á prófinu. Svo bara spurning hvort að þið eru með einhverjar sérstakar spurningar varðandi prófið sjálft. Og ég ætla að hafa bara í svipuðu formi og það var síðast inn á innunni, eins og próf 3 var uppsett. Og það verður ekkert flóknar heldur en það, sko. Þannig að eins og sumir gerðu þeir bara teiknuðu inn á blað og tóku mynd af því og settu það inn á Word-skjal og sendu Word-skjal inn. Það var bara, það gekk alveg upp. Þannig að það möguleiki að gera það þannig. Setja myndir inn á Word-skjal og skila Word-skjalin inn, þannig að get ég farið yfir það þannig líka. Eða setja myndir inn í skilahólfin við hverja spurningu í innunni, það líka allt í lagi. Og það kom bara mjög vel út líka. Þannig að annars þá ég ekki með neitt nema ég myndi bara reyna kannski að setja inn einhverja æfingu. Þið vorum ekki náttúrulega síðast með eitthvað, einhverja æfingar. En síðasti liðurinn sem var í heimaverkefni 5, það var rauninni bara að
útbúa mynd í Fritzing fyrir 3 ljósdíóður í sambandi við umferðarljósastýringu og í sjálfu sér þá var ekkert annað en að skila inn þá líka kóða. Við náttúrulega náðum því ekki að tengja þetta upp á staðnum og við náðum því náttúrulega ekki héðan af. Svo að ekki allavega fyrir prófið. Þannig að við verðum að láta það bara gott heita og svona að þið hafið einhverja daga samt til þess að skila inn verkefni 5 eða var ég búinn að loka fyrir það? Hvernig var staðan á því? Ég ætla að